Verið velkomin. Þekkir fólk þessa tilfinningu? Að hugsa með sér, ég hefði átt að spyrja meira. Að maður hefði átt að ná að fanga sögurnar áður en það varð of seint. Jæja, í dag ætlum við einmitt að kafa ofan í nýstárlega aðferð sem hönnuð til að gera nákvæmlega það. Aðferð til að varðveita það allra dýrmættasta sem við eigum, sögurnar okkar. Þetta eitthvað sem flestir kannast við, það ekki? Hljómurinn í röddinu hans afa eða ilmurinn úr eldhúsinu hjá ömmu. Allt þetta smáa, þessi pínulitlu smáatriði sem gera fjölskylduna okkar að því sem hún er. En málið með tímanum þá geta þessar dýrmætu sögur, þessar minningar, þær geta byrjað að dofna og það sem verra þær geta hreinlega horfið með þeim sem geyma þær. Og þá það stóra spurningin, hvað gerist þá þegar sögurnar hverfa? Jú, það ekki bara einhver saga sem tapast. Það hluti af því hver við erum, hluti af okkar sameiginlega og fortíð sem hverfur. Það myndast svona tilfinningalegt og menningalegt tómarum, eitthvað sem ótrúlega erfitt að fylla aftur. En hvað ef það væri til leið til að koma í veg fyrir þetta? Hvar ef við gætum brugðist við? Jæja, það nákvæmlega það sem við ætlum að skoða í dag. Það komið fram ný hönnun, ný aðferð sem býður upp á 2 alveg einstaklega öflugar leiðir til að varðveita þessa sögur. Hún heitir MyBook og hún hönnuð til að takast á við þessa áskorun með alveg nýrri og spennandi nálgun. Allt í lagi. Förum eins dýpra í þetta. Hvað þessi MyBook aðferð eiginlega? Í grunninn þetta sagnagerð milli kynslóða, alveg magnaða konsept. En það sem svo sniðugt að hún skiptist í 2 alveg greinilega brautir. 2 mismunandi leiðir að sama markmiði sem alltaf að styrkja fjölskylduböndin með krafti sagnana. Hérna sjáum við þetta sett upp hlið við hlið og munurinn ansi skýr. Maður getur hugsað þetta svona. Braut A, þar sem öldungurinn sögumaður, svolítið eins og, einleikur. Þar öldungurinn stjarnan, höfundurinn sem stýrir alveg ferðinni. Á meðan braut B, þar sem fjölskyldutímið í forgrunni, miklu meira eins og hljómsveit. Allir spila saman frá fyrsta degi. Þetta 2 mjög ólíkar nálganir. Við skulum brjóta þetta niður og skoða hvora fyrir sig. Allt í lagi. Byrjum á braut A. Leiðin þar sem öldungurinn leiðir. Eins og nafnið gefur til kynna, þá það öldungurinn sem heldur stjórnartaumana, alveg frá A til Ö. Hann eða hún mótar sína eigin frásögn alveg á sínum eigin forsendum. Þessi setning hérna fangar kjarnaninn braut A alveg fullkomlega. Ég segi mína sögu, fjölskyldan mín verður vitni og bregst við. Þetta snýst svo mikið að styrkja öldunginn, að gefa honum eða henni svigrúm og ekki síst verkfærin til að segja sína sögu með stolti og reisn. Svo, fyrir hverja þessi leið þó best? Jæja, hún hendar sérstaklega vel fyrir þá öldunga sem vilja halda alveg í stjórnina á sinni eigin sögu. Kannski verið að vinna úr einhverju persónlegu eða erfiðu. Hún líka alveg frábær kostur þegar fjölskyldan kannski ekki alveg tilbúin að stokka til, býr langt í burtu eða hefur bara ekki tíma til að taka þátt strax í byrjun. Og þetta ekki bara eitthvað lauslegt spjald, alls ekki. Ferlið mjög skipulagt, þetta 8 vikna ferðalag og það 1 punktur sem alveg sérstaklega mikilvægur og það í viku 7. Forsýningarhringur með fjölskyldu. Þá fjölskyldunni boðið að hlusta og þetta svo oft nistinn. Nistinn sem kveikir áhuga og dýpri þáttöku hjá restina fjölskyldunni. Allt í lagi, snúum okkur þá alveg við og skoðum braut B, fjölskyldutímið. Og hér nálgunin, gjöróleg. Þetta hópverkefni, alveg frá dagi 1. Hugmyndafræðin hér einföld og kröftug. Við byggjum okkar MyBook saman. Þetta snýst að allir brett upp ermar, að allir koma að borðinu og byggja eitthvað saman, sem ein heild. Hver og einn leggur sitt að morgum. Þannig að þessi leið náttúrulega kjörin fyrir fjölskyldur sem tilbúnar að dempa sér í þetta saman. Þetta getur verið ótrúlega öflugt tæki til dæmis fyrir innflytjanda fjölskyldur sem vilja varðveita tungumál og menningu eða bara fyrir hvaða fjölskyldur sem vil vinna saman úr einhverju sameiginlegu reynslu. Og það sem svo fallegt við þetta hvernig hlutverkunum skipt. Þetta virkar styrkleika hverra einustu kynslóðar. Sjáu bara. Öldungurinn eigandi sögunar, hjartað í verkefninu. Fullorðna barnið verkefnastjórinn, heilin á bakvið skipulagið og svo það unglingurinn eða barnabarnið sem verður aðal viðmælandinn og sér tæknina. Þetta svo geggjuð verkaskipting. Raunverulegt samstarf þar sem allir hafa hlutverk. En áður en allt fer af stað eitt alveg gríðarlega mikilvægt skref.
MyBook fjölskyldusamkomulagið. Þetta hljómar kannski formlega, en þetta algjör lykil. Fjölskyldan sest niður og ræðir hlutina, setur mörk, talar friðhelgi einkalífs og hvernig á að tækla ágreining því hann kemur alltaf upp. Þetta ekki skrifræði, þetta grunnurinn. Grunnur að trösti sem heldur öllu verkefninu saman. Svo, hvort sem farið leið A eða leið B, þá undirliggjandi markmiða alltaf það sama. Og það svo miklu stærra en bara að búa til bók. Þetta snýst að byggja brýr. Báðar leiðirnar stuðjast við sömu gervigrindaverkfærin og það þarf ekkert að hræðast það. Þessi verkfæri hönnuð til að vela eins og mildur og hjálpsamur aðstofamaður. Til dæmis, Perplexity hjálpar til við að búa til góðar, opna spurningar og Notebook LLM virkar eiginlega bara eins og stafræn úrklippubók, þar sem hægt að safna öllu saman á einn stað. Tæknin hér til að hjálpa, ekki til að flækja. Og þetta leiðir okkur að einni af grundvallarreglunum í þessu öllu saman, námi milli kynslóða. Þetta nefnilega ekki einstefna, alls ekki. Yngri kynslóðin lærir alveg ómetanlega færni, hvernig að taka viðtöl, hlusta, nota stafræn tól, á meðan eldri kynslóðin fær að upplifa að hafa stjórn, finna tilgang og læra á nýja tækni til að deila sinni sögu. Allir læra, allir græða. Það sem líka alveg einstaklega snjallt við þessa hönnun sveigjanleikin. Þetta ekki fastmótað. Fjölskylda getur til dæmis alveg byrja á braut A þar sem öldungurinn einn í farabróði, en svo þegar restina fjölskyldunni sér hvað að gerast og áhugin kviknar, þá ekkert mál að skipta yfir. Verkefnið getur þá umbreyst í samvinnuverkefni á braut B. Þetta svo flott. Þannig að þrátt fyrir tvær ólíkar leiðir, þá alltaf bara eitt markmið. Og það markmið að skapa lifandi tengingu við fjölskyldusöguna. Því á endanum snýst þetta aldrei bara bókina. Hún bara afurðin. Þetta snýst ferlið, að styrkja böndin, skapa skilning og byggja þessa lífandi brú á milli kynslóða. Bókin, hún bara áþreifanleg sönnun þess að það hafi tekist. Þannig að við skulum enda þetta á einni spurningu til umhugsunar fyrir okkur öll. Hvaða saga í okkar eigin fjölskyldu býður þess að vera sögð? Hverjar sögurnar sem móta okkar fólk og hvernig getum við tryggt að þær lifi áfram? MyBook aðferðin allavega hér og hún býður upp á 2 virkilega öflugar leiðir til að hefja það mikilvæga ferðalag.